Velkomin í Rauðan afstíkis smá tafir. Við vorum að koma á mótmælum fyrir utan lögreglustöðina á Hlemm. Við Anita vorum með honum Pétri Eggers Pétursinni. Sæll Pétur, takk fyrir að koma. Þú varst einn af skipuleggjendur mótmælanna. Af hverju voru þessi mótmæli haldin? Já, hæ, takk fyrir boðið. Ekki mál. Takk fyrir að koma. Velkomin. Herðu, þessi mótmæli koma náttúrulega bara í kjölfar síendurtekinna árás á lögreglu á almenna borgara. Sérstaklega náttúrulega við mótmæli þar sem að barist fyrir frelsi Palestínumanna og friðs. Sem mjög írónískt, sko. Já, ég meina barist gegn þjóðarmorði, frekar standard. En það náttúrulega hefur síðkastið bæði í Skuggasundi, ég meina alveg aftur til 2019, eða þú veist, ennþá lengra en það. 2008, bara þú mátt draga línuna. En já, það gerist náttúrulega þarna í Skuggasundi þann 31. maí að lögregla gengur svona hróttalega gegn friðsumum mótmælendum. Þar sem að 5-6 mótmælendur setjast niður í kyrrsetu mótmæli og restina af mótmælendunum standa hjá og eru í þessum skipulögðu mótmælum sem að var búið að tilkynna. Þegar lögregla bara dregur upp piparúða fyrirvaralaust og byrjar að ráðast á bæði þá kyrrsetu mótmælendur og bara þá sem eru hjá á vettvangi að mynda eins og ég sjálfur. Ég var ekki að hindra neina umferð, ég var ekki þáttakandi í þeirri borgaralegu óhlýðni þó að hún eigi fullan rétt á sér. Og það ekki rétt að ráðherrabílarnir voru farnir á öðrum stað, þeir komast alveg aðra leið, en það var eins og þessi ákvörðun hafi bara verið tekin að fara að spreyja alla í smettið. Já, það er náttúrulega margt mjög athugavert við þetta og við getum kannski farið aðeins í gegnum það á eftir, en bara til að klára að svara spurningunni með þau mótmæli sem að við boðum til. Það er náttúrulega rosalega margt núna í samfélaginu, mörg spjót myndi ég segja sem að snúa að lögreglu, að það er bæði bara vegið harkalega málfrelsi og frelsi einstaklinga til mótmæla okkar stjórnarskrárvarða rétti, en það er líka gífurlega sótt að hælisleitendum og þá horfum maður náttúrulega sérstaklega til barna og núna þegar maður veit að það er staðfest að lögreglan er að skipuleggja til dæmis brottvísun á honum Yasan sem er langveikur með Duchenne hrörnunarsjúkdóminn. Og við höfum talað um hann nokkru sinnum. Já, akkurat, þannig að þið kannski þekki það vel. En þó svo að það sé deginum ljósara að það gangi gegn barnasáttmálanum, það er hreint brot og það eru lögfest, barnasáttmálinn er lögfestur á Íslandi, þannig að hann gildir sem landslög. Það við erum líka með hvað heitir þetta? Þetta er varin réttur sjúklinga, ég man nú ekki alveg hvað lögin heita, en við erum með lagadálk eða nú skortum við orðið, eru með lög sem halda utan um réttindi sjúklinga sem eru líka mölbrotin þarna. Þetta ætti náttúrulega að stoppa lögregluna í sporunum og það ætti að vera augljóst að hún getur ekki framkvæmt þetta, en hún hefur lýst yfir að þrátt fyrir þennan raunveruleika þá ætli hún að senda hann Yasan út og við vitum að lífslíkur Yasan þær hríðfalla við þetta og þetta má kalla tilraun til manndráps þegar þú gengur að þessari þekkingu að helsta dánarorsök einstaklinga með Duchenne er hnjask. Það er að fólk reykir sig í, fattur kannski við að bera þau inn í flugvél og síðan er náttúrulega bara álag á miðtaugakerfið. Það ýtir undir hörnun líka. Stress og kvíði. Já, en síðan líka skulum við hafa það á hreinu að hann Yasan kemur hingað frá Palestínu þar sem að það er ríkjandi þjóðarmorð. Hann hefur ekki fengið neina aðhlynningu í Palestínu. Þau leita hingað til Íslands út af okkar orðstýr, út á við. Við séum svo mannúðleg og með gott heilbrigðiskerfi og svona, og gott fólk. Þannig að þau leita hingað og er hann í fyrsta skipti að fá meðferð sem hann hefur náðst að halda ágætlega. Hann er mætið til sjúkraþjálfa, þú veist, þetta er líka félagslegt, það skiptir miklu máli. Því að sjúkdómurinn lýsir sig þannig að vöðvarnir þínir byrja að rýrna, sem að getur komið fyrir okkur öll, þá byggjast þær ekki upp aftur. Þannig að þú nærð ákveðinni vöðuppbyggingu í gegnum þroskaárið þín, en síðan ef þá sést að vöðvarhyrnun, þá gengur hún ekki tilbaka. Hún staðnar bara? Já, bara fer tilbaka. Ef að vöðvarnir þín leiðast upp, þá koma þær aldrei aftur. Og vona þetta, þá er náttúrulega það líka, beinið þín, þau fyllast af fitu sem að heilbrigt fólk hefur ekki. Þannig að eins og Yasan hefur núna brotnað, að ef að þú brotnar, þá áttu að hætta að fá fitu út í blóðið og deyja. Þannig að, þú veist, það er, þessar tvær helstu orsakir, það er náttúrulega bæði rof í meðferð sem að er lífshættulegt og líkur á hnjaski sem er lífshættulegt. Þannig að þetta er svona augljóslega á þessi framkvæmd ekki fram að ganga, en eins og með margt annað þá var það lögreglunni greinilega ekkert
landslög. Og ef ég skil rétt að þá upp á síðkastið hefur geðheilsu hans hrakað gríðarlega og staða hans í dag er ekki góð. Já, staðan er ekki góð. Nú bara vil ég ekki tala af mér því að málið er bara vissulega viðkvæmt og allir sem að því koma að bera hag Yazan bara í brjósti. Þannig ég kannski kýs bara að tjá mig ekki meira ástandið þar. Nei, ég vildi bara svona taka fram að þessi brottvísun og þetta er að valda honum mjög mikilvæg angist augljóslega og það að halda áfram með þessu ákvörðun að gjörsamlega bara fer gegn öllu sem að heitir mannréttindi eða einhvers konar samúð eða mannúð. Og ég meina bara tilvist þeirra fjölskyldunar fram til þessa að búa með þennan ótta að þú gætir fundið út á götu á Spáni því að það sem gerist þegar þú fer til Spánar það er ekki það að þú gangir inn í heilbrigðiskerfið á Spáni. Sko Spán er með mjög góðan spítala sem sérhæfir sig í Duchenne en hann er einkarekinn. Yazan hefur ekki aðgang á honum. Þannig að hann er ekki á leiðinni þangað. Fyrir utan hann taki örugglega 60 mánuði fyrir hann bara að komast inn í spænska kerfið, sko. Já, 6 mánuði. Sko, minnsta leið. Já, minnsta leið. Þannig að við vitum að þetta er að fara að vera rof í hans meðferð og þetta bara gengur ekki. En þannig að það er í rauninni bara uppsöfnuð brot lögreglu og ásetningur lögreglu til að brjóta gegn börnum sem að verður til þess að það eru að vísu No Borders sem að blása til þess að mótmæla en einn af fórsprökkum No Borders talar við mig þetta og ég ákveða að bara stíga upp með þeim því þetta er mikilvægt málefni mikilvægt að vekja athygli á þessu en síðan eru náttúrulega margir aðrir hlutir varðar lögregluna eins og til dæmis rafvopnavæðingin sem að er að eiga sér stað núna sem er hið alvarlegasta mál þar sem að í rauninni fyrrum dómsmálaráðherra fer og breytir lögreglulögum án samráðs við Alþingi og heimilar lögregla að bera rafvopn og heimilar þingmönnum að bera piparúða og þetta er allt án þess að það sé tekið til afgreiðslu á Alþingi. Það er engin kosning sem á sér stað þetta, það er ekkert málþing eða málþóf sem á sér stað, heldur en þetta bara, þessu bara smeygt inn. Og þetta gerir fyrrum dómsmálaráðherra, sjálfstæðismaður, nú man ég ekki hvað hann heitir. Jón Gunnarsson, akkurat. Þannig að við erum núna komin með lögreglu sem er vopnuð án raunverulegar heimildar frá alþjóð því að þú getur ekki sagt að alþjóð hafi gefið heimild fyrir þessu ef að Alþingi fær ekki að taka þetta fyrir. Þeir eru að smeyja sér undan því sem á að teljast eðlilegt og eðlileg störf þingsins og núna er ríkisstjórnin að fara einmitt að brjóta barnasáttmálann alveg hryllilega og lögreglan er að fara að framfylgja þeim verkum. Þið mótmælið því en þið mótmælið líka ofbeldinu gegn mótmælendum sem á sig bara enga réttlætingu og þú og fleiri, kannski þú sérstaklega hafi verið góð í að taka saman myndböndin sem voru tekin í Skuggasundi þennan dag og sína nákvæmlega hvað gerðist og ef fólk einmitt skoðar þetta þá getur farið á Instagram og fundið Pétur Eggers og sé þessi myndbönd þarna og þar sér maður bara svart á hvítu hvað þetta er óásættanlegt. Akkurat. Það er náttúrulega margt sem kemur líka í ljós í kjölfar árásarinnar því að það sem er náttúrulega, ég vissi lítið um þau mótmæli sem áttu sér stað fyrir utan Alþingi 2019 þar sem að bara að miklu leyti var það mun verra ástand þar sem ráðist á mótmælendur, þetta eru hælisleitendur og No Borders sem að standa þar að mótmælum það voru friðsam mótmæli og þarna aftur, þetta eru sömu lögregluþjónar, þú veist, þetta er minnstur en allavega virkilega, já, en munurinn kannski helsti á mótmælunum í Skuggasundi og mótmælunum við Alþingi er þessi skrásetning og þú veist, það vill bara svo til að ég er sjálfur starfandi sem tæknistjóri og hef unnið sem tæknistjóri í að vera áratug og mín áhersla hefur verið mikið á myndvinnslu og myndgreiningu þannig ég geng að ákveðnum verkfærum sem gerði mig kleift að vinna rosalega hratt úr öllu myndefni. Þannig að það sem ég geri er að ég safna saman, ég bara hef samband við hana Sölku sem hefur verið mikið að skipuleggja með hvað heitir Ísland-Palestínu? Ísland-Palestína. Já, akkurat. Og hún heyrir í fleirum sem voru á mótmælunum og við byrjum bara ég gefði e-mailið mitt og þau byrja að senda á mig myndböndin. Og síðan fer ég í gegnum hvert myndband og ég greini, bæði tímagreini, þannig ég fæ metadata úr myndbandinu, þannig ég sé klukkan hvaða hlutir er að gerast, síðan finn ég snöggar hreyfingar sem kannski nást frá sikkur sjónarhorni og ég synka þetta allt upp. Og það er náttúrulega svona sem greiningadeild lögreglunar vinnur og það er svona sem við ættum að vinna úr brotum lögreglunar en fáum að sjálfsögðu aldrei að gera. En í kjölfar þess að við gerum þetta skýrt, þá stígur varðstjóri fram og hann segir sem betur fer þurftum við ekki að beita kylfum. Eins og það hafi verið möguleiki. Já, sem betur fer þurftum við ekki, og hann segir þetta bara beint á eftir árásinni, við höfðum heimild til að beita kylfum.
þannig að það kemur hótun bara næst á friðsama mótmælendur og við skulum alveg hafa það bak við eyrað að þeir sem að leggjast þarna í jörðina, nú hef ég fengið að kynnast einhverjum af þeim, þetta allt fólk sem ég þekkti ekki fyrir, ég var ekki þarna sjálfur með hópi fólks, ég átti að mæta á fund klukkan 10:30 eða 11 þannig að morgunin og ég ákveði að mæta þarna eins og ég hef gert reglulega, ég hef mætt fyrir utan þessa fundi, hvað heita þessir fundir aftur? Samstöðufundir? Nei, hjá þingmönnum, þetta þessi skipulagsfundir eru oft í Tjarnargötu líka. Já, borgarráðsfundir, ertu að meina borgarráðsfundina sem í Ráðhúsinu? Ríkisstjórnarfundir, meinar þú? Já, ríkisstjórnarfundirnir. Já. Það hefur náttúrulega verið bara, þú veist, þessi mótmæli í Skuggasundi, þetta bara í röð mótmælar sem hafa alltaf verið friðsöm og það var ekkert öðruvísi við þessu mótmæli. Ekki neitt. Heldur öll hinn sem ég hef mætt á og þau hafa öll verið svipið, það hefur verið reynt að stöða aðkomu bíla og þú veist, þetta bara standard friðsöm mótmæli, skilur við eigum að trufla, það eru mótmælin, þetta truflun, við reynum að raska starfsemi á Alþingi til þess að minna alþingismenn á það að þeir eru ekki að hlusta á þjóðarviljann og það er tilgangur mótmæla og það verður að vera tilgangur mótmæla og þess vegna erum við líka með borgaraleg óhlýðni eða borgaraleg óhlýðni er sérstaklega skilgreind sem friðsöm óhlýðni leið og þú beitir ofbeldi eða hörku þá ert ekki lengur að þetta er ekki lengur borgaraleg óhlýðni og þá, ef þú spyrir mig allavega, þá fer að myndast einhver heimild fyrir einhvers konar valdbeitingu. Einhvers konar valdbeitingu. Við skulum hafa það voru búin að vera að funda í ráðherrabústaðnum eins og þeir gera nú venjulega og þá búið að mótmæla þar einmitt marga morgna þegar það hittast þarna, ég held að sé oftast á 3 dögum og 5 dögum. Svo færðu þessi þannig í Skuggasundið einmitt. Akkurat. Mögulegt, örugglega til þess að flýja undan mótmælandunum. En svo einmitt eru nokkuð skýr merki einbeittan brotavilja hjá lögreglunni og yfirmönnum lögreglunar á svæðinu. En þú náður að myndbandi einmitt að það var séð leynilögreglumann sem var óeinkennis klæddur. Hann hvíslaði eyrað á vaktstjórunum og svo fór vaktstjórinn og framfylgdi því sem virtist vera skipun. Já, og í rauninni þá sjáum við þarna að það gengur þetta er maður sem starfar í sérsveitinni og þetta er lífvörður, Bjarnar Benediktsson. Ég get sagt ykkur það með þennan mann, þetta er einn af eigendum CrossFit. Hann er mér sagt fyrir sérsveitarmaður og núna starfandi sem lífvörður, og sérsveitin sér lífvörslu fyrir alþingismenn. Hann hefur verið að deila, til dæmis þegar þú skoðar Facebookið hjá manninum, þá, ég veit ekki hvort þið þekki það, en það var eitthvað einhvers staðar, nú er ég ekki alveg nógu góður að mér í hvaðan þetta kemur, að þá voru kristnir einhvers staðar á Miðausturlöndum sem urðu fyrir aðkasti frá einhverjum öðrum þar. Já, og þarna byrja einhverjir trúar, vestrænir trúarlegir hópar ákveðna samstöðu gegn ofbeldi gegn kristnum sem að þróast síðan yfir í bara bara islamofóbíska herferð og fólk fór að setja svona symbol í prófílmynd hjá sér. Þessi maður hefur gert það, hann var virkur þáttakandi í þessu. Þessi maður, hann er náttúrulega næst á myndbandi þar sem hann sparkar í palestínska fánan og á Facebookinu þá finnum við líka færslur þar sem hann er að deila í rauninni ísraelskum áróðri, hernaðar áróðri sem er pró-Ísrael og hann er þarna að gefa skipanir að nota piparúða gegn friðsömum mótmælendum og þegar hann gefur út þessar skipanir þá er hliðið ennþá lokað, bíllinn er ekki að reyna að koma. Þannig að það er ekkert að gerast, það eru bara friðsamir mótmælendur, einhverja kall í lúður og með fána og eitthvað. Þá veitum við af hverju hann gefur þessu skipun, væntanlega. En það er nefnilega það lappar einhver að honum í jakkafutum og hvíslar einhver eyrað hans. Þannig að hvort að skipunin komi upprunalega frá honum eða hvort að hann sé að dreifa skipuninni, það veit ég ekki. Að ofan einhvers staðar. Já. En skipunin er gefin af honum. En það breytir í samt ekki hvaðan hún kom, hvaðan hún kom og náttúrulega bara... Að hún er röng og í hvað tilgangi. Ábyrgðarinnar, hver ber ábyrgð? Já, væntanlega. Hvernig ásakið þið saka? Og afsakið, ég veit ekki, nú er ég ekki mikill maður fánalaga, en við erum nú alveg þannig upp að við verðum fánalög að einhverju leyti og það að stíga á fána og sparki í fána er ákveðið statement. Já, það var það við lög í mörgum löndum, að vanvirða fána, Já, og það er náttúrulega bara vanvirðing, skilur, sama hvort að það er yfir lög eða ekki, skilur, þetta er bara statement. Og þannig er hann á myndbandi sparkandi til palestínska fánanum sem að mótmælendur mistu þegar var ráðist á þá. Þú veist, þetta er bara, þetta er svo andstyggilegt. Til þess að vera almennilegu bara, þá er þetta mjög ófagleg vinnubrögð hjá
lögreglu. Svona menn ætti ekki að vera að sjá mótmæli. Já, algjörlega. Kom mér einmitt alveg hrikalega óvart, bara ógeðslegt líka sko að sjá einmitt að ég var nú ekki þarna þegar árásarnir staði í Skuggasundi, ég hefði verið þarna morguninn en þetta svo að fara. En svo voru mótmæli aftur stuttu seinna, ég held bara vikunni eftir sko. Já, okkar 4. júní, ef ég maður rétt. Já, fyrir utan Alþingi og þar þessi sami vaktstjóri á vakt. Og það náttúrulega bara áfall, skilurðu, maður verður fyrir þessar árás og aftur ég stend og að mynda atriðið því að það verður augljóst að það byrjuði að færast harka í leikinn. Fattarðu, frá hálfu lögreglu og þá tek ég upp myndavélar síman eða síman og byrja að mynda atriðið og ég aldrei í vegi fyrir lögreglu. Sko bíllinn, hann kemst framhjá áður en að þeir nota piparúða. Þannig að það ekki hægt að segja að þeir hafa verið að nota piparúða til að koma neinum neitt. Og við skulum líka vekja athygli á því að bíllinn tómur. Það bara bílstjóri í bílnum, það ekki ráðamaður í bílnum. Þannig að þetta tómur ráðherrabíll, bara með bílstjóra. Hann kemst framhjá, það tekst ekki að tefja hann. Hann kemst, þið getið hort að ég man ekki hvað þetta í sekúndum, 30 sekúndur eða eitthvað. Hann kemst bara strax framhjá og síðan eru mótmælendur beittir piparúða. Það líka aðrir hlutir, mótmælendur eru sko dregnir á hælunum upp kanta sem stórhættur viðkvæmasta svæði í höfuðsins nú ég ekki líffræðingur þannig ég get ekki Hnakkin og dómið við hliðina á. Já, akkurat. Gagnuðað. Já, þetta er svakalegt. En það náttúrulega síðan hann Arnar sem varðstjóri lögreglunar sem á sko langa sögu ofbeldis gegn mótmælendum og hann mjög viljandi settur þarna í framlínuna. Þetta einhver tuggur og hann stór og svona stæðilegur. Já, honum varðar ekki lög og regla og hann varðar ekki mannréttindi þannig að hann flottur í það verk að brjóta á þeim. En já, það eins og þú bendir á, þetta var bara sláandi fannst mér, ég mætti mitt á hinn mótmæli líka og auðvitað manni sárnar þetta, maður verður fyrir þessu árás, þetta algjört áfall, maður heyrir bæði varðstjóran fara basically hóta frekar ofbeldi í viðtali í beinu kjölfari af árásinni, dómsmálaráðherra lætur orð falla sem að fara einhvern veginn þannig að hún segir sko, við eigum öll rétt til mótmæla en þegar mótmælendur byrja að óhlýðnast lögreglunni þá eru mótmælin ekki lengur friðsum. Óhlýðnast að hvaða leyti? Galist. Nei, það bara líka ekki rétt hjá henni. Nei, það er sem ég að segja. Og borgaraleg óhlýðni skilgreind í lögunum og hún dómsmálaráðherra og hún lætur þetta falla. Þetta ætti að vera nóg til þess að hún myndi víkja á starfi. Fattaru. Og hún á ekki að gera það á eigin forsendum. Henni á að vera vikið úr starfi ef að hennar þekking á íslenska lagarammanum ekki betur en þessi. Hún eflaust það samt. Ég ætla ekki að skrifa upp á einhverja afsökun á einstaklingar sem að skipuleggja þessa hluti að þetta sé allt bara óvart að þetta sé nú bara óvart sem að hlutir sé eins og þeir eru. Hún hnitmiðað að ganga gegn hælisleitendum og jaðarsettum einstaklingum. Hún að reyna að reisa ákveðna lögreglustefnu sem að hefur ekki þekkst á Íslandi áður og hún hefur boðað og fyrrum dómsmálaráðherra hafa bara boðað aukna hörku í þessum málum. Þannig að hennar ásetningur augljós. Svona hegðun frá lögreglunni hefur nú sést einmitt áður í kringum búsáhaldabyltinguna og svo svona alveg mörgum áratugum áður. En núna erum við að sjá þetta einmitt fara í einhverja svona hræðilega átt og hlutir sem lögreglan að gera eru hljóta að teljast ólöglegir. Allavega eru þeir alls ekki anda lagana nema það sé búið að koma fyrir einmitt einhverju svona regluumhverfi þannig að lögreglan komist upp með þetta en þarna virðist þetta vera bara í Skuggasundi að það tekin ákvörðun það að það bara láta þessa mótmælendur finna fyrir því til þess að ýta þeim í burt og reyna að ýta þeim frá. Og svo sér maður sama vaktstjóra mæta og sjá mótmælin. Og svona lögreglumenn eru vanhæfir í að stilla til friðar á mótmælin. Sem ætti kannski vera helsta verkefni lögreglu á svona mótmælum að því að það eru kannski nokkri mótmælendur sem eru svona aðeins æstir að eskalera sko. Lögreglan á aldrei að taka undir það. En eins og þú nefndir ég sá þetta atriði að það var mótmælendur sem misti Palestínufána inn bak við girðinguna að Alþingi og lögreglan horfði svona á manninn sem var að biðja fánan aftur og sparkaði í fánan og svona hnítinn sko. Hann ekki hlutlaus heldur ef hann að deila svona áruðu þá áttu okkur, það var einmitt það sem ég ætlaði að koma á þann að í rauninni þú veist, auðvitað þarf að axla ábyrgð hvaðan skipunin kemur og allt það ég svona tek ekki frá því sko en það sem ég meinti var meira að hann ekki hlutlaus, hann kemur ekki frá þú finnst mér sem lögreglumaður þegar þú kemur á svona, þú átt ekki að koma inn með þá hugmyndafræði að ég hata
þennan kynþátt eða þennan flokk, trúaflokk eða hvað sem það er, þvert á móti mig. Þú átt að vera þarna til að stilla til friðar ef eitthvað er. Akkurat. Ég meina löggæsla á að vera hérna til að vernda okkar frelsi og okkar réttindi. Það er það sem hún á að gera. Og þess að bara á þeim nótum þá er mjög áhugavert að benda á tungumál lögreglunnar núna, þar sem þau eru að setja á fætur, eða þar sem ég held að við byrjaði 2019 í þessu verkefni, þetta svo kallaða, þetta er sem sagt samfélagslögreglan. Hvað er það? Ég skil ekki, ég held að vera að tala bara fólk ætti að taka þátt í að fylgjast með og eitthvað, það væri samfélag, en er það að segja mér þessi að koma upp ykkur nýri lögreglu? Þau eru sem sagt lögreglunar frá opna deild sem á að starfa eins og við höldum að lögreglan starfi. Þannig að hugmynd okkar það sem að lögreglan gerir, og þetta er bara mjög klassískt, eins og það sem að þær forsendur sem flestir samþykja til dæmis hraðamælingar á er að þetta sé fyrirbyggjandi starfsemi og lögreglubílar eiga að vera sýnilegir og þannig dregur úr hættu, en það sem lögreglan gerir er að hún fer á ómerkta bíla og hún felur sig bak við runna. Það er bannað. Og hún gerir þetta, hún gerir bara rétt upp höndið þegar það verið stoppuð svo, þú veist, þannig að það er augljóslega ekki þannig sem hún starfar. Lögreglan ætti að vera sýnileg og þannig á hún að vera með fyrirbyggjandi starfsemi, hún ætti að vera að mæta í grunnskóla með fræðslu, fattaru? Já. Það ætti að vera starfsemi lögreglunar, en lögreglan sér það greinilega sem undirflokk samfélagslögreglunar. Þetta er frekar galið. Já, napurlegt. Róttulega brenglað. Félag okkar Sæþór Benjamin sem var hjá okkur í síðasta þætti, hann er frá Bandaríkjunum, er Íslendingur núna, og hann var að nefna þetta bara, ef hugsaðum Bandaríkjuna, það er búið að herfaða lögregluna alveg bara, þú veist, to the max, skilur, alveg að hámarki. En það er ekki búið að bæta öryggiðan einu ráðið, sko. Það glæpir eru að aukast ennþá, ofbeldið er gríðarlega mikið, þú veist, eins og við vitum öllu sem með fréttum, þannig að þetta getur ekki verið leiðin. Nei, og þetta ofbeldi, það ofbeldið sem umræðir, ég meina núna hafa bara ákveðnar hörmungar gengið yfir og bara atvik seinustu viku þar sem að bara ung stelpa lætur lífið og bara hörmulegt. Já, notum tækifærið og bara köstum út samúðarkveðjum bara til fjölskyldu og þetta er agalegt. Þetta er alveg agalegt. Og fjölskyldu drengsins sem er gerandi og bara allra. Þetta er skelfilegt. Og aðstandanda palestínska stráksins sem hún ekki gleyma honum. Já, akkurat. Ég ætla nú kannski að reyna að vera ekki að tala ómikið um það tiltekna mál bara því að það er svo viðkvæmt og bara virðingu við alla sem að það mál snerta. En sú árás beinist ekki að lögreglunni, hún beinist að ungri stelpu. Lögreglan hafði enga getu og mun aldrei hafa getu til að grípa inn í árásina sem slíka. Það eina sem við getum gert er forvarnastarfsemi. Það eina sem við getum gert er að rýna í þessa jaðarhópa sem eru að vopna sig, fattaru, og þeir eru bæði frá börnum og upp í fullorðna og þarna erum við að tala þú veist, þetta eru börn innflytjenda sem eru jaðarsett, þetta eru börn fíkla sem eru jaðarsett, þú veist, raunverulega þá vitum við alveg að vandamálið kemur úr því að við náum ekki að halda utan krakka sem að koma úr heimilum jaðarsettra einstaklinga og upplifa þessi óöryggi í samfélaginu 100%. Og það ætti að vera það sem við erum að leggja fókus á, en í staðinn þá sé ég lögregluna núna bara trekk í trekk koma með hvert PR statementið á fætur öðru að heita því að þau ætli einhvern veginn að stöðva þetta og hvernig þau ætla að gera það. Ég meina, það er allavega samfélagslögreglan. Já, auðvitað, já. En ég ætla nú ekki að gera lítið úr því að það þurfi ekki að vera einhvers konar viðbrögð og bara ég er all for that. Auðvitað þurfum við að efla bara forvarnastarfsemi og ég bara tek hjartalega undir það. En mér finnst það nú daldið svona skauta framhjá vandamálinu að ætla þá ekki að rýna í það að þetta er staða jaðarhópa sem umræðir og það er bara hver fyrir sig getur farið að skoða þær árásir sem hafa átt sér stað, þessar fræðilegu árásir og þú sérð það bara strax að það er eitthvað samfélagslegt mein þannig sem þarf í rauninni að grípa inn í sem að lögreglan er ekki í rauninni starfi sinni vaxin kannski til að sinna ekki nema einmitt í ykkur forvarnastarfi í forvarnaskyni, vantarlega skallaðum hluti og svona en einmitt við sjáum að þetta er fólk krakkar úr undirstætt mestmegnis sem eru þú veist að eiga mjög erfitt þarna og fíklar og svo framvegis fíklar sem að þú veist einmitt þó að fíklandi vilji leita sér aðstoðar þá fá þeir hann ekki og einmitt að þeir leita til lögreglu þurfa að bíða heillengi að þeir leita til lögreglu þá er voðin vís hvert samband bara samband jaðarsettra fíkla og lögreglunar það er ekki uppbyggilegt samband langt í frá ekki traustvekjandi heldur nei og síðan getum við bara litið á biðlistæðin og Vog eða við getum skoðað hvernig barnavernd gengur í að grípa inn í aðstæður skilurðu, þú veist þetta er ekki góð staða og ég bara
ég alls ekki að segja að vandamálið svo sannarlega þarna, en það rosa skrítið að heyra stofnun sem að tala fyrir því, ekki tala fyrir því, sem núna að bera rafbyssur, að bera rafvopn og að ráðast á almenna borgara og að skapa óöruggar aðstæður, fara að tala fyrir því að þau ætli einhvern veginn að bæta úr þessu þegar þau hafa ekkert embætti til þess. Af hverju ekki barnavernd í forsvari fyrir þetta átak? Akkurat. Já, heilbrigðisráðuneytið. Af hverju lögreglan komin í forsvar þarna? Já, eitthvað. Akkurat. Þannig að þetta svona, það í mörg horn að líta þar. Það eitt sem mann eftir í huga, eins og núna sjáum við í Bretlandi að þar voru óeirðir og hreinlega næst í svona pogroms, það sem að það voru... Hvað segir þú, svona pogroms, það kallast þegar eins og þegar Ísrael fer inn í palestínsk þorp og hreinsar þau burt, þjóðarhreinsaði sko, eða eitthvað svona bullur koma, þú veist, neonasískar bullur koma og ætla að fara að myrða gyðinga eða muslima hvaða hóp sem þau eru að einbeita sér að það varð hálfgert þannig í Englandi nú fyrir stuttu óeirðir og það var ráðist að húsnæði þar sem að flóttafólk væri húsa og reynda að kveiki því og svo framvegis þess að segja þetta sé nokkuð líkt pógrámi en það sem að einmitt breska ríkisstjórnin undir Keir Starmer að huga að gera að einmitt styrkja lögregluna og að banna enn frekar sem að sko forverar Starmers höfðu unnið ötrulega að banna vissar tegundir af mótmælum, virkilega alveg, þú veist, brjóta á borgarréttindum fólks. Það Margaret, nú man ég hvað hún hét, konan undan Boris Johnson, alveg dotti úr mér, en þau höfðu verið að vinna í þessu íhaldsmennirnir og nú eru svokallagi verkamannaflokkurinn að gera það sama í nafni þess að þurfa að taka á þessum hvítu bullum sko, en auðvitað það bara þannig að menn sem að fara og eru að kveikja í húsum, brjóta glugga, ráðast á fólk eins og var að gerast þarna, þeir eru að vera lögsóttir fyrir það, þú þarft ekki að fara og auka einhvern veginn öryggis sko, auka herfaðingu lögreglunar, traska á borgarréttindum fólks, en þeir nýta sér þetta sannarlega. Akkurat, já, heilbrigt samfélag ætti að vera markmiðið og við hljótum að óháð okkar pólitísku afstöðu að sjá svona sameiginlegan flöt í því að það eina leiðin að úrbótum að reyna að finna út úr því hvað raunverulega mein að veikja samfélagið og skapa stöðu þar sem líka bara hópur jaðarsettra sífellt vaxandi og já. Það sem ég finnst líka svolítið sem að ég dálítið hrædd með þessar rafbyssur að ég held að þær skapi andrúmsloft og aðstæður sem gefa rými til frekara ofbeldis, sem gefa rými til ekki bara frekara ofbeldis heldur að gefa rými fyrir fleiri í almenning til þess að vopna sig. Þetta gerist í Bandaríkjunum og horfum til Bandaríkjanna, það alltaf, já við verðum að ganga með vopna því við þurfum að verja okkur, gegn hverjum? Af því að auðvitað lögreglan og allir með byssur, þá finnst okkur eða skilurðu þeim sem mitt eru kannski jaðarsettir eða með þessa ákveðnu hugmyndafræði vopn. Þá vilja þau líka vopna sig. Ef að lögreglan má ganga með vopn, af hverju má ég ekki ganga með vopn? En síðan líka bara menning innan lögreglunar. Ég skal deila því að þegar ég var úlingur þá reynt að stinga mig og þetta bara á einhverju svona á einhverju úlingadjami og það hefur alltaf verið svona. Þetta hefur alltaf verið svona. Það er ekki fjölmenning. En ég vissulega einn af þeim sem að ég gekk með hníf þegar ég var yngri og ég gerði það af ótta sem var ekki byggður á óraunveruleika. Ég gerði það því ég hef séð mikið ofbeldi og ég sá mikið ofbeldi mjög snemma. Þannig ég raunverulega óttaðist eitthvað og ég held að hann Björgvin, handboltamaður, hafi skrifað einhvern pistil daginn og hann orðar þetta ágætlega, segir sjálfur líka hann hafi gengið með hníf sem úlingur en hvorki þá né núna hlustaði neitt á hann það af hverju það væri staðan, af hverju eru ungir strákar svona hræddir, fattaru, og hvaðan kemur það? Hvað? Já, og hvaða hlutverk spila lögreglan þar, fattaru, og hver að ræða það? Því að eins og ég segi, ég varð fyrir þessu, mér naumlega bjargað frá hnífstunguárás, þar sem að mér hringt aftur í runna og drengurinn, hann bara ári eldri en ég, tekur upp hníf og ætlar að hlaupa á mig og þá kemur, ég ætla að höldum því kannski bara, ég ætla ekki að segja hver það en vinur minn kemur og bara tækla hann, þannig að frá mér séð, þá ligg ég í runnanum, hann tekur upp hnífinn og að hlaupa á mig og ég bara, shit, nú ég búinn. Síðan bara, hann tæklaður á hlið og hann með sér hnífinn og vinkonum minn tekur upp hnífinn og þannig það afvopnað. Ok, það mjög scary, þetta áfall að lenda í svona, en síðan seinna þá verð ég fyrir árás þar sem að það eru
ég held að það hafi verið 8 eða 9 mann sem að ráðast á mig einan og það verður bara, það endar ekki vel, ég enda með bara skurð á höfði og brotna tönn og heilarhristing og endur på spítala, síðan mæti ég niður á lögreglustöð daginn eftir og þetta í fyrsta og eina skipti sem ég hef hugað að kæra eitthvað svona. Ég mæti niður á lögreglustöð og maðurinn sem tekur á móti mér þegar ég segi, heyrðu, ég veit að þetta gerðist við whatever, gerðist á þessum stað og lalala og mér langar bara að leggja fram kæru og mér langar að fá myndefni og hann segir, já, ég veit nú ekki hvort ég myndi vera rétt að kæra þetta. Ég segi, já, en það eru myndavélar á staðnum. Hann segir, já, mér finnst nú ólíklegt að þú fáir aðgang að þessum myndavélum. Það er svo erfitt. Já, og hann bara að draga úr mér og draga úr mér og draga úr mér og síðan segir hann þessu orði sem ég mun aldrei gleyma því að þarna resonateði ég aldrei með ykkur stelpunum úr MeToo-hreyfingunni þegar hann segir, er þetta ekki bara eitthvað sem þú lærir af? Fattar, og þetta er bara stórt áfall í mínu lífi og þetta voru viðbröðin sem ég fæ frá lögreglunni þannig þegar ég fer yfir bara mína ævi og hvernig ég upplifi mitt öryggi ég sé lögregluna ekki spila neitt hlutverk í að tryggja mitt öryggi. Svo ég að kenna 4 ára syni mínum að hann er að leita til lögreglunar og alltaf trú og treysta á lögregluna. Akkurat. Af því að hún er sú sem hjálpa þér ef þú lendir í einhverju. Það eitt sem ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum með mitt að ég bjóst nú ekki við öðru frá ríkislögreglustjóra en hún þetta sagði ekkert árásina í Skuggasundi heldur þvert á móti kom í ljós mál bara stuttu eftir Skuggasund að það hefði verið lögreglumaður í þjálfun sem hlaut dóm. Hann var í þjálfun, kominn í búning og var niðri miðbæ á laugardegi yfir kvöld og hann fer og ræðst á mann, að brjóta upp ykkur átök ásamt félagi sínum og hann endur á því að sparki hann liggjandi, berja hann alveg í stöppu rosalega óhóflega, miklu meira en hann hefði þurft að gera til þess að stöðva átökin og hann spreyjar hann líka í andlitið með piparspreyi, alveg harkalega og lögreglumaðurinn er sem sagt dæmdur og hann þarf að greiða manninum skaðabætur en það sem ég fannst alveg sláandi er að það var ekkert tekið fram í dómnum að hann mætti ekki verið í lögreglunni lengur. Nei, akkurat. En það virðist bara vera að hann verði áfram í lögreglunni og það sem ríkislögreglustjóri sagði þá er að fólk þarf ekki að óttast lögregluna. Fólk þarf ekki að óttast lögregluna, við erum góð í lögreglunni, segir ríkislögreglustjóri, án þess að segja neitt Skuggasund. En félag lögreglumanna, sem maður hélt að væri kannski aðeins betra, væri svona með nánari tengsl við fólkið, hann segir það sama bara, formaðurinn þar, án þess að minnast neitt á Skuggasund og það finnst mér alveg hrikalegt að því að ef fólk á að treysta lögreglunni að þá verður að adressa þessar árásir sem áttu sér staðana og gera eitthvað í því. Já, en það er náttúrulega erfitt líka að einhverju leyti og smá svona brekka upp í móti að flestir þurfa ekki að reiða á lögregluna. Hugmyndir flestra lögregluna byggja ekki á eigin reynslu. Þeir byggja á hugmyndinu það að þú sért öruggur og þeir byggja á hugmyndinu það að sé lögregla einhvers staðar. En þetta er mjög falskt öryggi þá. Þetta er vissulega falskt öryggi og flestir sem að lendi því að þú lendir í því að einhver brýst inn til þín, þá eru litlar sem enga líkur að því að þú fáir þýfið þitt aftur. Bara engar. Rannsóknardeild lögreglunar mun ekki leggja neina áherslu á að upplýsa málið þitt, fattaru. Og já, það sama má bara segja ára eins og ég var að segja rétt áðan bara eigin skinni. Það er engin vilji hjá lögreglu til þess að leita rétt að upplýsa málið. Nei, akkurat. En síðan sá ég í blaðinu í fyrradag að lögreglan var aftur, lögreglan er mikið með yfirlýsingar á Vísi, að tala það var einhver strákur fyrir árás, margra stráka og þá allt í henni ekkert mála að fá myndefni og grípa það og ég reynda bara flott fyrir þennan stráka að hans réttindi sé virt af vettu en ég viðurkenni það var alltaf sláandi að lesa þetta og hugsa bara, byrju af hverju fæ ég svona skelfilega dismissive viðbrögð frá lögreglunni. Þetta er ekkert mál en við munum allir eftir málinu með Birnu. Já. Það var ekkert í rauninni sem betur fer var ekkert mál að fara í þessar myndavélar. Þú biður bara myndefni líka frá nærliggjandi búðverslunum og fleira. Það á ekki að vera neitt mál. Nei, akkurat, það er einhver persónuverndarlög og eitthvað þarna í kring en síðan er líka hitt sem er það að lögreglan er með fjölda myndavéla, nú man ég ekki töluna, það var gerð úttekt á þessu, sem sagt ég man ekki hvort það hefur verið heimildin sem gerði úttektina eða hver það var, en það var gerð úttekt á þessu og ef ég man rétt, endilega leiðréttið þessar tölur því að þetta er eftir minni, en ef ég man rétt þá var lögreglan með eitthvað skráð 200 myndavélar en síðan þegar þeir farið á stúfana þá voru það nær 800 myndavélum. Það frekar nær 800, 200 myndavélar er allt og lítið. En endilega samt bara ég man nú ekki töluna nákvæmlega en ég man eftir þessu máli og það var einmitt fyrst var stór aukið fjölda þessara myndavéla niður í bæ vegna komu Mike Pence var að forseta Donald Trump þá á þeim tíma og svo aftur þegar að Evrópuráðið er að funda
að þá stórauki myndavélarnar aftur. En það einmitt alveg magna að þær nýtist síðan ekki einu sinni í, þú veist, líkamsárásarmálum og svo framvegis. Maður myndi halda ef að lögreglan væri að rannsaka mál að hún gæti nálgast þetta. Já, ég meina og í okkar máli, við erum núna með hópkæru gegn ríkinu eftir árásina í Skuggasundi og við vorum núna að fá svar frá lögreglunni þar sem hún hafnar beðinu okkar að fá myndefni úr búkmyndavélum og reyndar mun núna 19. þessa mánaðar þá mun hún þurfa að gefa út aðra yfirlýsingu og ég býst nú við því að við fáum þetta myndefni á endanum því að lögreglunni ber skylda og við eigum rétt á að hafa sama efni og lögreglan hefur og hún nú þegar búin að gefa það út að þetta innra eftirlit lögreglunar hafi farið yfir myndefni úr búkmyndavélum en hennar fyrsta viðbragð náttúrulega bara að spyrna á móti, bara að fara í stríð við okkur og ég vil líka benda það lögreglan þó ég hafi verið rosalega hávær og ég hef náttúrulega bara séð lögregluþjóna í Instagram stories hjá mér, ég veit að lögreglan hefur fylgst með því sem ég er að gera, hún hefur aldrei haft samband við neinn af þolendum árása lögreglu í Skuggasundi, það engin vilji til þess að eiga nokkuð konar samtal og ég býst nú ekki við neinu öðru heldur en að við fáum ekkert nema mótþróan í dómskerfi sem ekki hannað fyrir þetta mál, þannig að þú veist ég nú ekki bjartsýnn með það mál en við munum svo sannarlega berjast fyrir réttindum okkar. Ég veit að ef það væri annar dómsmálaráðherra sem að tæki þessu alvarlega það væri nú búið að gera eitthvað í þessu og líka ef að yfirmenn lögreglunar hefðu áhuga á að taka á þessu, gera þetta upp, þú veist, að ná fram réttlæti í málinu til þess að endurbyggja traust og þá væri nú eitthvað byrjað, en það virðist bara vera einmitt engin áhuga því heldur þveröfugt reynt að dylja sporin Já, og það það sem mér finnst svo óhugulegt að sko, nú ég er ekki mikill samsærismaður og ég hef nú oftast trúað því að Það er ég. Hvað segir þið? En það er ég. Já, ég meina heimurinn fullur af samsærum en hann kannski ekki í þessum hefðbundna skilningi þar sem við tölum einhverjar öfgakenningar en það sem mér finnst svo sláandi eftir atburði í Skuggasundi að sjá sko hvernig Vísir og þá sérstaklega Vísir og lögreglan saman beita sér raunverulega gegn mótmælendum og ég vil höggva eftir þessu að sko það sem ég geri í viðbragði við þetta eftir að dómsmálaráðherra hefur stigið út og lýst því að hún samþykki þetta og þetta sé bara eitthvað sem hún basically stiðji og varðstjóri segist bara ætla að lemja okkur með kylfum næst og þetta hafa verið viðbröðin þá fer ég og ég nafngreini lögregluþjóna og ég geri þetta á samfélagsmiðlum þar sem að ég tek Arnar og nú man ég þá ekki með nafni en Ísak Ívar og Hjörvar eða eitthvað álíka sem þetta stóri fanturinn og ég fer og ég nafngreini lögregluþjóna og ég geri þetta mjög varlega, ég er bara nafngreina og ég er ekki að gefa viðkvæmar upplýsingar skilurðu, þannig að þetta hófi svo sannarlega gætt þarna Það sem að Vísir gerir að þau gera frétt öryggi lögreglumanna. Þau segja árásir gegn lögreglumönnum sé að fara í aukana. Þau sýna myndefni af mótmælunum, raunverulega, þau sýna myndefni af mótmælunum í Skuggasundi og síðan, og þetta sko, þið getið séð þetta á Instagraminu mínu, þar tek ég þessa frétt fyrir, þetta sjó í kvöldfréttum á Stöð 2, þannig að þau fara myndefni af þessu yfir í klippu af, ég man ekki hver þetta einhver hátsettur inni á lögreglunni að svara spurningunni hvers slags ofbeldi verðið þið fyrir og hann segir, já við urðum meðal annars fyrir bílaíkveikju og síðan förum við og við erum bara, hvað eru þau að tala um? Er það að segja við sem að kveika í bílum hjá fólki, bara hvað og þetta allt bara, já fyrir ég náttúrulega sleppi því að greinin byrjar á því að sko opnan á greininni bara, hvað að doxa? Og að doxa sem sagt að nafngreina og þú getur tekið það lengra og þú getur brotið þú veist, það hægt að gera þetta brotlega skilur, það hægt að fara yfir línu þar sem þú setur fólk í hættu sem ég passaði mjög mikið upp á að gera ekki þannig að, og þau taka fram og þau segja að það sem að þú, sko, að doxa þegar persónulegar upplýsingar eru birtar eins og nafn, símanúmer, upplýsingar fjölskyldu og heimilisföng eða eitthvað og ég bara, guð minn almáttugur og tengja þetta síðan beint við bílaíkveikju og eins og fréttin sett upp, þá fréttin að segja við þá sem horfa á að mótmælendur úr Skuggasundi hafi kveikt í bíl lögreglumanns. Ok, síðan förum við leitum þetta upp þessi bílaíkveikja, hún frá 2021. Já, ég var einmitt að hugsa þetta strákarnir Já, akkurat, bara algjörlega ótengt öllum mótmælum. Þannig að Vísir raunverulega beitir sér með ríkislögreglu. Ég hef mína kenningur Vísir, sko. Já, ég meina bara money talks og allt það, skilurðu, og þú veist, nepotismi og hagsmunir, skilurðu, þú veist, þeir sem reka Vísi eru bara eigingjarnir rasistar og þeim ekki annt heiðarleika eða mannréttindi, þeir verða ekki að vettugi siðareglur blaðamanna og þeirra... Ég verða að vera sammálaður. Ég meina þeirra metnaður liggur bara augljóslega ekki í því að vera, hvað kallum þetta, fjórðu vaktina, fattaru. Þau eru ekki hérna til að standa hana, þau eru hérna til að standa varðum hagsmuni engareksturs og engaaðila og þarna sjáum við náttúrulega bara Sjálfstæðisflokkurinn
lögregluembættið og Vísir í þessum trekant sem að hefur bara gengið lengi og þetta samband lögreglunar við fjölmiðla, sko, myndist á Gúttóslaginn. RÚV var einmitt að gera stutt ríl daginn þar sem þau eru að sýna sko, myndefni. Einmitt sá þetta. Já, en þar er snert á því, það eru til einhverja 2 eða 3 heimildamindir Gúttóslaginn, að sko þá voru sko flokksblöð sem nú skömminni skárað en þetta því að Vísir lætur eins og þau séu eitthvað progressive, fattaru, en þau eru náttúrulega bara ultra-rætt, fattaru, þannig að það er eitthvað sem ég þú veist, mér finnst gott að sjá allavega að fólk sé að vera ómannúðlegt en þegar fólk felur sig bakvið eitthvað svona eitthvað progressive, leftist fattaru, bara einhverja hulu og síðan bara full on right-winged, það bara nýfrjálshyggja, það eru fordómar allavega. Lögregluríki en og höfum þá hreinu, þetta hundalýgi að mótmælendur hafi verið ofbeldisfullir eitthvað vesen, þú veist, þetta eru ég hef verið á mjög mörgum af þessum mótmælum, þetta bara topp fólk og bóðslega friðsamt fólk allt saman og þetta alltaf á einhverjum mótmælum þá svona kannski eitt sem þarna bara til þess að vera með vesen. Akkurat. En mótmælendur eru að hjálpa með að halda honum rólegum ef að sá að fara í einhverja línur og þannig hefur það alltaf verið rosalega rólegt fólk blítt fólk, gott fólk það er heitt í hamsi við þjóðamorðið réttilega en höfum það bara alveg að hreina að þetta er hundalýgi að þessi ofbeldi frá þessum mótmælendum. Eina skipti sem ég hef séð mótmælanda þú veist, var það svona heitt í hamsi og þá var það þannig að hún var bara haldið af vinum sínum, skilurðu, og þegar hann er bara í ástandi. Það er maður sem kemur frá Palestínu og hefur hort upp á fjölskyldumeðlimi deyja og horfir á ráðherrabíl keyra fram hjá sér þar sem ráðherra lætur eins og hans raunveruleiki sé ekki til. Og auðvitað triggerar það þig og bara beautiful að hann fái að vera svona reiður og vinir hans bara séu þarna og passi upp á hann og síni samstöðu og eitthvað og bara ég bara skil ekki hvernig þetta fólk getur ekki sett sig í stöðu ímyndaðar að þau eru að horfa á allt sem þú eru unnið fyrir kannski alla þína ævi. Akkurat. Bara þú keyptir frábært íðislega fallegt hús í Garðabæ og það er bara bulldósir sem kemur og bara þetta allt niður og öll fjölskyldaðin bara tekið niður og þú varst bara svo heppilega vildi til að þú gast falið mögulega undir einhverju rúst eða eitthvað og þú skrýður úr rústinu og horfir á alla fjölskylduðin að látna og húsið þitt farið og hvað svo og þetta fólk er bara eitthvað Já, þetta er skelfilegt. En síðan er nú, ég átti orðaskipti þetta verður fólk reitt. Ég verð bara reitt bara að hugsa þetta sko. Á hvaða tímapunkti fyrir við að kalla þetta bara geðrof eða skilur, ég á nú bara takmarkaða andlega heilsu til þess að innbyrða þessa mannvonsku sem gengur á. Þetta er svona búið að rústa lífið mínu og ég er samt í mínum þægjendum heima hjá mér sko. Já, akkurat, en þarna spyrir maður sig, þú veist, hvað er að frétta? Er þetta algoritminn sem er bara raunverulega að byggja þessa? Já, út af því að þú veist, ég tek undir það. Skilur mig, ég skil ekki hvernig þú getur ætlast til að fólki að horfa upp á þetta og vera í lagi. Nei, en síðan er sko svona aðeins aftur tilbaka eins og af þessum hnífamálum að ég átti smá orðasamskipti við Egil Helga, heitir hann það ekki, Silfur Egils Egil, bara á samfélagsmiðlum, þar sem að það er blaðakona eða fyrrum blaðakona, maður ekki alveg hvað hann heitir akkurat núna, skiptir ekki öllu, sem að er að varpa ljósi á það og hún fer og safnar og tekur utan tölfræðina það hversu oft er fjallað hnífstungaárásir frá ég man ekki hvað ári og þar bendir ekkert til þess að það sé svona stórleg hækkun í hnífaárásum. Þannig að það er náttúrulega annað atriði bara þar sem að tölfræðina vantar og þegar þú rýnir í þau gögn sem eru aðgengileg þá segir það bara allt aðra sögu heldur en lögregluembættið. Við vitum alveg af hverju þetta er núna svona það er aukin fjölmenning og við vilja náttúrulega tengja þetta við fjölmenningu. Og því miður þá sjáum við líka bara þetta er svona þema, en síðan verður náttúrulega bara þetta samfélagslega áfall sem á sér stað núna daginn sem er bara þetta gífurlegt áfall fyrir samfélagið allt og það sem ég á rosalega erfitt með er að sjá stjórnmálamenn og sjá, þú veist, aðila úr embættum lögreglunar nota þetta sem einhvers konar badge í einhvers konar PR-kampán, fattaru? Þetta var ljótt. Þú veist, það er erfitt að sjá það, ekki það að vandamálið sé ekki alvarlegt og samtalið þurfi ekki verið að eiga sér stað, en þetta finnst mér erfitt að sjá. En allavega, að það sem ég ætlaði að koma að er að Egill Helga kommentar þarna undir og segir
í mína tíð þá þekktist það nú ekki að við værum að fara út með hníf á djammið og ég segi við hann bara, já, ég held þú hafi kannski bara ekki verið jaðarsættur úlingur. Og hann segir, já, það var miklu blandara samfélag og og það voru bara sjóararnir frá Færeyjum og Svíþjóð sem maður heyrði af með einhverja hnífa. Og ég fer inn á tímarit.is og ég leitaði frá 1970 og ég stoppaði 1974. Á þeim árum þá var 9 ára strákur sem var stunginn í magan af 10 ára strákum. Það var 15 ára strákur stunginn að 19 ára strák. Það var maður stunginn í andlitið. Það er annar maður stunginn í bakið og það var á 4 árum frá 1970 til 1974. En í hans heimi... Hans heimi, já. Já, í hans bublu. Hans raunveruleika. En noti bene, þessi maður fær að sita fyrir fram að myndavél og láta eins og hann sé bara representa bara mennta elítuna og hann sé svo lifaður og hann bara, maðurinn búinn að skrifa svo mikið Forngrikkland að við að treysta honum í einu og öllu. Já, ég hef lent í öllu, sko. Já, og hann getur ekki séð lengra út fyrir þessa búblu heldur en þetta. Hann getur ekki einu sinni farið inn á tímarit.is sjálfur og tjekkað á þessum hlutum. Þú búinn að taka þetta saman, þessar greinar? Já, það var gaman að myndi gera það, sko. Já, ég ætlaði líka, Svo var hægt að dreifa því, sko. Já, ég veit ekki hvort ég á að gefa henni shoutout núna eða ekki, en það er kona sem bara, ég gef shoutout setna, ég veit ekki hvar hún stendur með sitt verkefni, en það er einmitt hún sem var að gera, vinna þessum tölum, sem að skoða þetta og Það eru alls konar gest hérna á Íslandi, sko, fólk gleymir því að hér hafa alltaf verið morð, hér hafa alltaf verið árásir, hvort sem er að lemja eða stinga eða annað. Þetta er ekki nýtt af nálinni, sko. Hafa alltaf verið árásir, sko, síðan er líka það að mér var nú bent á það að 2012 þá er kona stungin 12 sinnum af syni lögreglumanns. Já, ég man eftir þessu. Og sú umfjöllun, fattarðu það, sem ég fann það, minnist ekki á tenginguna við lögregluna og ég hef það eftir áreiðanlegum heimildum frá sínum tíma að lögreglan hafi bara beitt sér í að þagga niður umræðina það. Fórnarlambið stígur fram í fjölmiðla og er hneyksluð á því að maðurinn sem að reynda að drepa hana og hún með steftu gæsluvarðaldi svona, hún óttast öryggi sitt, óttast það að sé ráðist á sig strax og þetta bara hössa niður. Þannig að við skulum ekki láta eins og hnífstungaárásir séu nýja af nálinni. Við erum á varðbergi og allavega vitum við það og það er bara nokkuð skýrt í bara félagsvísindum, sálfræði og svo framvegis að auðvitað er einmitt ekki að fara að hjálpa að herfaða lögregluna enn frekar eða gefa henni víðtækari völd eða auka þú veist, eftirlit í skólum, maður er að heyra því að það er að fara að setja málmleitartæki í framhaldsskólunum. Og svona snettileita leita á fólki þegar við vitum að það sem þarf verið að það sé aðgengileg heilbrigðisþjónusta að fólk hafi tækifæri, raunverulegt efnahagslegt öryggi, þetta eru hlutinni sem þarf að tryggja svo að svo glæpir og ofbeldi byrja að minnka. Þetta er samfélagsmein, þetta er ekki öryggismein. Nei, akkurat, ég man nú bara eftir því þegar ég er sem sagt alveg upp í Efra-Breiðholti. Ég hef verið svona 12 ára gamall, við erum fyrir utan Leifasjoppu eða munið eftir henni. Já, ég man eftir henni. Já, legendary sjoppa. Já, mjög. Og við erum þarna bara eitthvað svona smá hópamyndun og við erum að tala krakkar á aldrinum 12 upp í 14 ára dag. Og þá kemur lögreglubíll, sér að það sé hópamyndun, kemur út og það er í fyrsta skipti sem það er leitað á mér, by the way. Ég vissi ekki rétt minn og það er ekki ok. Alls ekki ok. Og ég man ennþá svo vel, þetta var í fyrsta skipti sem ég heyrði lögreglumann segja við mig, ertu nokkuð með eitthvað í vösunum sem ég geti stungið mig á? Og heldur sér áfram að leita mér og maður er bara, hvað er ég að gera, skilurðu? Og þetta er náttúrulega bara profiling, fattarðu? Þetta er Leifasjoppa upp í Efra-Breiðholti, fattarðu, og krakkar af öllum í fellunum hann eitthvað. Akkurat. Og þú veist, þetta vita allir sem að hafa látið samfélagsmál sig varða að þegar við erum að tala um aukið eftirlit með börnum. Eða verið jaðarsett. Já, akkurat. Eins og við. Akkurat. En þú veist, það var nú einhver, nú man ég ekki hver sagði þetta í þessar umræðu sem hefur verið í gangi núna. Ég man nú ekki hver það var einhver sem að actually vinnur við að láta sig þetta varða sem að segja augljóslega er lögreglan ekki að fara að leita á börnum í Garðabæ, skilurðu? Það er ekki það sem er að fara að gerast. Við erum ekki að fara að sjá lögguna byrja að pressa krakkana þar, við erum að fara að sjá þetta gerast í úthverfum og við vitum alveg í hvað úthverfum, fattarðu? Og já, þetta er ekki góð þróun. Þetta er sama sagan og í Bandaríkjunum einmitt og við þurfum ekki að líta lengra en þangað til að sjá nákvæmlega hvað þau gerðu og það virkaði bara ekki neitt. Þau koma inn eins og herlið og setjast á fátækara fólki sem er mun frekar svart eða frá miðað Suður-Ameríku og þau kremja bara fólkið hana. Gjörsamlega. Ofbeldið eykst bara og eykst. Þetta er erfitt. Þessi vopnaburður hefur ekki hjálpað eða bjargað nokkrum manni. Nei, en síðan gengur þetta samt svo vel í áróðursherferðum að auðvitað verður fólk óttaslegið. Það bara núna deyr
bara ung, hvað var hún gömul? 16 ára, 17 ára? Já, sem var að 17 ára. Þetta er bara ung stelpa sem að deyr eftir hnífaárás og samfélagið í áfalli og síðan það eina sem það sér lögregluna og þú veist, það liggur við að sé bara tengdar fréttir, maður að lesa frétt þetta og það alltaf lögreglumerkið og myndir af vettvangi þar sem lögregla by the way, þetta er alltaf eftir árásirnar sem að lögreglan að rannsaka málin, skilurðu. Þetta er bara svo brandað af lögreglunni og lögreglu átak og þú veist, lögregla hitt og lögregla þetta. En hún gerandinn íslenskur og annar þolandi palestínskur en ég tók eftir að í kommentakerfum var í rauninni ekkert einblítt á gerandan á hans lensku eða hvaðan hann kemur frá heldur hvaðan palestínski strákurinn kemur frá og rauninni verður þetta bara eitthvað svona eins og þetta var eitthvað fjölmenningavandamál þegar það bara alls ekki svoleiðis það bara hefur ekkert með það að gera absolutt ekkert hrikalega ljótt og óhugnanlegt reynilega ég meina það skulum kenna jaðarsettum hópum og fjölmenningu allt gjörsamlega allt hluti sem hafa verið hér lengi það er þema, mynstur Já, og maður sér þetta reyndar, ég verði eiginlega að skjóta inn hér að þetta á svo vel við að það var flott grein á Vísi sem fólk getur fundið að leitar okkar lágkúrulega ílska eftir Lóu Hlín Hjálmtýsdóttir og hún segir það, ég ætla að lesa bara aðeins úr greininni. Nasisminn var ekki til á einni nótt heldur í mörgum pínulitlum skrefum þar sem mörkin frá því sem taldist vera eðlilegt voru farið sentimetra eftir sentimetra þar til gyðingar, samkynhneigðir, fatlaðir, rómafólk, sovjaskir borgarar, kommúnistar, kaþólskir, slavneskt fólk, mentafólk og byltingasinnar stóðust frammi fyrir böðlinum, réttindalaus, afmennskuð og rétt dræp. Ég meina þetta nú óhugulegt þið munið kannski eftir því núna 17. júní þegar lögreglan ræðist bókstaflega á mann fyrir framan munið eftir þessu. Það var núna bara á þjóðhátíðardaginn. Það sem gerist er að það er maður sem bara hefur verið frekar vel þekktur, maður sem er mjög jaðarsettur, hann er hvað segir maður, Rómamaður? Er það rétt sagt hjá mér? Meinar að miða suður-amerískum uppruna eða að... Já, hann talar... Ertu ekki að meina frá þú veist... Hann talar Romanian. Já, hann er frá Rúmeníu. Vestur-Evrópu. Já. Hann er frá Rúmeníu. Það sem fólk hefði kallað sígunni. Það sem fólk hefði kallað sígunni? Já. En hann hefur búið hérna á Íslandi lengi og hann á við mikil geðravandamál að stríða og hann á við fíknivandamál að stríða en hann er líka rosalega góður og fólk talar rosalega vel hann almennt en vissulega hefur hann verið ofurölvi og verið sýnt óæskilega hegðun og annað. Það hefur svo sannlega gerst eins og flestir langleiddir fíklar. Þetta er ekki stolt það er ekki stolt sem að einkennir þennan lífsveg, fattar við, það er eitthvað annað. En hann hefur sérstakt orð á sér fyrir það að vera, þú veist, liðfús, dyraverðir töluðu við mig eftir þetta atvik og sögðu mér að þessi maður hafi nú oftast bara verið auðvelt bara að fara með hann úr aðstæðum og vitni af staðnum segja að hann hafi verið að dansa. Þú veist, verið þarna dansandi. Já, hann var bara dansandi, sko. Já, lögreglan hafi beðið hann að færa sig og hann hafi eitthvað, nei, kannski ekki, eitthvað. En ekki veitt einhverja svakalega mótspyrnu og þá bara hrúfast á hann 5 lögreglumenn, hné á háls, bara óhugulegt situation. Og fólk hægt að kíkja á þetta, þetta er einmitt inn á Instagraminu hjá Pétur Eggers, finna hann þar, þetta er bara, þú veist, þeir eru hvað 8 lögreglumenn. Akkurat. Sitjandi á honum. Já, og það er Eggers E-G-G-E-R-Z, er það ekki? Eggert helvitis T. Já, Eggert helvitis T. Eggers. En hvað verður síðan þennan mann? Já, það sem, sko, ég næ að koma mér í samband við hann og við Mannréttindastofu og tek hann á fund með lögfræðingi á Mannréttindastofu og ég get vottað fyrir það, maðurinn er ekki með ofbeldisbrot á sakaskrá, fattaru, þannig að hans afbrot er aðalega bara fangavistun fyrir almennar óspektir og eða ofölvaður einhver staðar. Já, akkurat. En það sem að gerist er að honum er vísað á landi og hann fær 7 ára endurkomubann. Þannig að núna er hann í Finnlandi með 7 ára endurkomubann á Íslandi. Og ég vil benda það að í hans dvöl hér þá náði hann held í 2 eða 3 árum edrú þar sem hann er alveg edrú og fólk kannski man eftir honum þegar hann var hjólandi með kerru með jólaljósum og það stóð alltaf aftan á kerrunni Don't give me beer, I'm sober now. Já, ég man eftir þessu, mann opnast það vel eftir hann. Þetta er rosa, bara alls ekki vondur maður. En það sýnir sig síðan að það er veitingahúseigandi hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að sendi mér myndband af honum. Þegar ég birti þetta myndband, þá er hann bara, hvað ætlar þú að deyja á þessari hæð? Sendi mér myndband af honum í mjög analögu ástandi, eins og ég hafi ekki séð fólk í analögu ástandi og með óæskilega hegðun. Hvað segir þið? Hann kom í viðtali líka fyrir stuttu. Þessi? Já, þessi eigandi þessa bass.
Já, veistu hvað ég er að tala um það? Já, er þetta eigandi bars? Já, veitingastaðs. Já, ok, já. Þetta er náttúrulega fíknisjúkdómurinn, þú getur verið með besta fólk í heimi, en alkoholismin, fíknin, fólk leiðist út í hegðun sem þú myndir aldrei sjá frá þeim annars. Þetta er eiginlega yfirleitt besta fólki, þetta er oft fólk sem á rosa erfitt með tilfinningarnar sínar og er svona, einmitt, finnur mikið og bara er illt bara. Já, en líka bara sérstaklega að við erum að ræða neyslu á efnum eins og ethanól eða á methamfetamíni eða öðrum efnum sem að setjast virkilega hart á framheilann. Ég meina, það þurfti nú ekki meira heldur en amerískan ruðning til þess að O.J. Simpson fór yfir með framheilaskaða. Óbúslega marga. Já, það er þú veist, þannig að af einhverjum ástæðum var rosalega skilningur fyrir O.J. Simpson en ekki fyrir honum, skilurðu. Og það er þetta mentality að hann sko, þessi maður sendir á mig persónulega myndband þar sem það eru þessar konur sem að vinna inn á þessum stað og ég ætla ekki að name-droppa því ég bara hef ekki orku í að bífa einhvern veitingastað eiganda, skilurðu, bara fuck that guy. En hann sendir mig myndband sem að starfskona tekur upp þar sem að hann er bak við læsta hurð og er eitthvað að vera frekar ógeðslegur þarna í hurðinni, en hann er bara augljóslega í skelfilega analegu ástandi, fattaru, þær eru bak við lokaða dyr og hafa aðgengi að hjálp og mynda þetta, þannig að maðurinn er basically bara að segja við mig, bara veist ekki að þetta er langt leitur fíkill og þú átt ekki að veita honum hjálp. Bara veist ekki að hann hefur látið öðrum líða illa og það hefur verið bara erfitt fyrir umhverfið að hafa hann hérna, erfitt fyrir samfélagið að fólk sé svona veikt. Hjálpar það ekki að senda til Finnlands? Bara fokk þetta og þessi ómennska og þessi vanhæfni að spegla eða sýna samkennd eða bara átta sig á því að við höfum actually smá þekkingu það hvernig heilinn okkar virkar og hvað gerist þegar við göngum á framheilinn okkar eða þegar við erum í neyslu í mörg ár, skilurðu, nei, það er ekkert og þetta er líka sama, þú veist, það er Instagram síða sem heitir Íslenskt rugl sem að póstar alls konar íslensku rugli og hérna, það var alveg, ég viðurkenni, það var bara smá erfitt atriði að Íslenskt rugl hefur póstað 2 myndböndum sem að svona snerta mig eitthvað persónulega, það er annars vegar þetta, hérna frá öðru sjónarhorni, sama atvik og hins vegar þegar ráðist er á hérna konu við Skuggasund og kommentakerfið þar, þetta er náttúrulega aðalega ungir strákar, skilurðu. Það er það, þetta er eitthvað að frétta með unga stráka og það er bara eitthvað sem við þurfum að skoða og vinna úr, fattaru. Virkilega að skoða, sko. Right? En skoða með samkennd, fattaru. En allavega, þú veist, maður er að sjá að það er bara, í því kommentakerfi, þá er bara, þessi maður er ekkert nema við sem burtu með þetta, ógeðslegur, bara, þetta verður löngu búið að hendunum með landi, þetta er það sem þið viljið fá yfir ykkur. 16 til 20 ára strákar að segja svona. Já, jafnvel yngri, sko. Við erum samt að tala um 100+ likes á svona skýta comments, fattaru. Já, en það sem er svo gali er að svo þegar það kemur frétt Íslending sem gerir eitthvað svona, hvort sem það er eitthvað brotið eða bara eitthvað svona, Akkurat. Það var ekkert. Á ekki að henda þessu drasli úr landi bara. En eins og Egill Helga segir, það er bara fólk frá Svíþjóð og Finnlandi í sjóarar sem beita nýfum, þetta er aldrei íslenski strákar. Við vorum nú að tala um samsæri hérna, hann var til að segja þetta, sagfræðingurinn og stjórnmálafræðingurinn bandaríski, Michael Parenti, hann talaði svolítið um þetta, að þú veist, auðvitað fara, þú veist, ráðandi stéttir stundum í samsæri gegn almenning, þú veist, og bara eins og tökum innrásina í Írak, að það var samsæri hjá Dick Cheney, Bush og Exxon Mobil og olíufyrirtækjum, þau ætluðu bara að ljúga að heiminum, þú veist, og við ætluðu að ráðast inn í Írak, við vildu fá olíuna, taka út Saddam Hussein, sem þau höfðu nú komið til valda og hann kramdi lýðræði í Írak, hann Saddam Hussein, og svo, en ok, þannig að, og þá fer maður að hugsa sko múslima andúðina sem er búin að vera grassera. Greiði múslima kom að taka mikið hatur maður. Menn eins og Christopher Hitchens og Sam Harris og Richard Dawkins, þeir eru svona New Atheists. Það er ekki setni tvo, það er ekki fyrsta. Og þeir sem sagt voru ofta að tala gegn trúarbrögðum, bara almennt, voru að tala við ykkur að presta og voru bara svona að jarða rök þeirra fyrir Guð, þú veist, ég veit ekki hvort þú getur fært ykkur sérstöklega rök fyrir Guði, en þeir koma og eru svona að jarða þetta fólk, sko. En þegar maður horfir á þetta núna og aðeins tilbaka þá sér maður að þeir eru mun harðari gagnvart sko múslimskri trú og vilja meina að hún sé sko meira eftir á en kristna trúin og svo framvegis að hún leiði frekar til árása og ofbeldis og eitthvað svoleiðis. Það er ekki rétt. Frá hugmyndum, nei þetta er alls ekki rétt. Hún er mjög friðsöm í alvörinu sko. Með kristna fasista, þú veist, það eru til búddistar sem voru hryðjuverkamenn sko. Og svo tekur þetta líka var talin hryðjuverkamenn. Já, og svo tekur þetta algjörlega úr samhengi þær aðstæður sem þetta fólk er að koma úr og hvernig glæpir og hryðjuverkastar sem er skapast að þetta er í upplausnar ástandi, það er stríð og það er hryllingur í gangi
En til dæmis Sam Harris og Christopher Hitchens að þeir, þú veist, styðja bara innrásina inn í Írak, þú veist, því við verðum að venda lagalega, alþjóðlega lagakerfið, segja þeir, sko. Bring democracy. Já, freedom and democracy, sko. Og nú, fyrir stuttu kemur Richard Dawkins út, sem á nú góða bækur í, þú veist, líffræði eins og Selfish Gene og svona, þetta góða bækur, en hann komin út núna sem, sko, menningarlega kristinn, segir hann. Ha? Þetta vissi ég ekki. Já, þetta kemur líka á. Maður las nú mikið Richard Dawkins þegar maður var yngri, sko, þetta svona. Já. En svo segir hann einmitt, sko, kristnin þú veist, í menningarlega kristina því að kristni snýst náungakærleik og eitthvað svona. Og í þessu sama hlaðvarpi hann að segja þetta og þá segir hann, sko, að Íslam sé nú ekki þannig. Jú. Og jú, Íslam er trúarbrögð friðar, þú veist, fyrir 99% múslima í heiminum. Já, þeir sem eru ekki þannig fara ekki eftir henni, sko. Og þeir eru langt í frá einu aðilarnir sem hafa verið að dreifa svona islamofóbíu, múslima andúð. Rupert Murdoch sem á Sky News og risastóra fjölmiðlasamsteypu, þeir hafa verið markvisst að gera þetta og ýmislegt annað. Og núna eru við kannski bara að sjá þetta koma að, þú veist, því sem þetta átti kannski að nálgast, að við erum að horfa á þjóðamorð á Örubum, múslimum, og margir, það virðist ekki hafa áhrif á marga, það hefur áhrif á okkur flest, en það eru kannski, þú veist, ég veit ekki hversu hátt hlutfall af þjóðinni, mest karlmenn virðist vera, og því miður líka nokkuð mikið ungan drengi, þó alls ekki allir auðvitað, sem bara svona líta á þetta sem svo að Arabanir, Palestínu fólk, sé bara hættulegt, þau séu hryðjuverkamenn, þau eru ráðist á Ísrael, þau vilja útrýma Ísrael, þau eru brjáluð og kannski bara markmiðinu náð hjá vissum öflum í að skapa þessa andúð og mögulega á síðan að nýta þessa andúð til þess að einmitt traðka á borgararéttindum okkar og þetta rýma bara þessu nasismans. Þetta gerir það bara. Og þetta líka galið að því, sko, nú hef ég unnið á börum og svona stöðum þar sem er drykkja og annað og trekk í trekk hef ég verið skítrætt við íslenska karlmenn og það hefur verið svo heppilega til að það hafa verið arabara, múslimski karlmenn þarna sem hafa hjálpað mér í öllum tilfellum. Hafa það verið múslimski karlmenn í öllum tilfellum. Hver einasta tilfelli sem ég man eftir var aldrei annar íslensku karlmaður eða karlmaður af einhverju öðrum kynþætti. Þannig að það í rauninni ef að fólk myndi í alvörunni skoða Kóraninn og í alvörunni skoða Íslam að konan er eiginlega ofar karlinum. Það er ekkert sem er eitthvað að konan er bara eitthvað drastl og þetta er bara algjör sturlun og ég veit ekki hvaðan þetta kom og ég veit ekki, sko ég veit af hverju, jú. Já, þetta er mikið frá Afganistan núna sem að fjúlar áfram stereotypur múslima yfir höfuð. Já, akkurat. Afganski karlmenn þegar var fyrst til dæmis byrjað að konur sem voru fréttaþulur þurftu að fela andlitið, þeir gerðu það sama í mótmælaskyni. Afganski karlmenn eru gjörsamlega á móti þessu. Þetta eru talibanskar eða öfgar sem bæði við skulum nú hafa alveg á hreinu hver fjármagnar þetta, Bandaríkin. Auðvitað þurfa þeir að fjúla svona til þess að geta svo að sjá þau. Þetta er Íslam. Hryllilega kaldhæðnislegt allt saman. Hryllilega. Það kemur sérniljós sem það eru Bandaríkjamennir sem fjármögnuðu Al-Qaida, þeir fjármögnuðu Talibanana, þeir hafa verið með puttana í kringum Boko Haram í Afríku og ISIS. Þeir eru að fjármagna þessar verstu glæpsamlegu fylkingar þeirra sem að kalla sig múslima, þeir kalla sig múslima en eru bara einhvers konar fasistar og feðraveldið eru auðvitað mikið mein bara í samfélögum okkar allra og samfélög eru komið mislangt með þetta en Bandaríkjamenn hafa verið að styðja verstu íhaldsfasista feðraveldi seggina Já, síðan er líka það að gerast náttúrulega það er bara ein stríðandi fylking sem er fjármögnuð af ameríska ríkinu og hinn sem er fjármögnuð af CIA og síðan er þeir að berjast. Og svo Ísrael, þú veist, Mossad. Þetta er allt bara, en við erum sem betur fer finnst mér að sjá, eða við okkar sem erum með starfandi framheila, erum að sjá að þetta er bara sósa. Þetta er bara þvæla og það er einhvern veginn eins og að vera tekið í þráð og allt er svona að spinnast upp, hvað segir maður, eyðast upp, sko. Þræðirnir að rakna upp, já. Þannig eins og einhver hafi tekið bara eitt þráð og þetta er allt einhvern veginn að komast í ljós núna, sko. Já, en síðan velti maður fyrir sér. Og logið að okkur, sko. Ég hef allavega spurt mig dálítið á því að sko, ég tek því sem gefnu, eða hef tekið því sem gefnu þegar maður sjálfur, þú veist, afi minn var heimspekingur og þú veist, ég bara byrjaði að lesa mig til alls konar stefnur og skóla hugsunar tiltölulega ungur og ég fer í gegnum, þú veist, mamma mín var
og kannski einhver leiti svona smákristinn, svona hálfkristinn, barnakristinn eitthvað og ég fór með faðirvorið og síðan fór ég í gegnum eitthvað svona það er engin guð og það var gæðið mikið identity og las með Richard Dawkins og fleiri og síðan bara heldur lífið áfram og maður bara eitthvað ok og fer bara að pæla kannski meira í siðferði og pólitísku samhengi trúarbragða og maður bara heldur áfram í hugsun. Síðan lendi ég í smá atvikjum daginn sem að ég á ennþá eftir að tala við félaga minn til að vita hvort þetta var raunverulegt samtal sem ég var að eiga eða ekki. Já, við vorum bara að ræða eitthvað pólitík, vorum að ræða eitthvað allt annað. Síðan segir hann allt í hennu, þetta eru sko samræður sem að snúa ekkert að Donald Trump, þannig að þetta kemur sem svona mjög random innskot, sko, að hann segir bara, strákar, haldið þið að Guð hafi bjargað Donald Trump frá því að vera skotinn á kúlinu og þetta er sko vinn með, hann er ekki hálfviti, bara alls ekki og þetta kom mér óvart og ég eitthvað svo, já, nei, hvað var ekkert, bara tók þessi ekki alvarlega, höldum áfram að tala og síðan kemur hann aftur með sömu spurningu, svo ítrekkar og það er einhvern veginn svo ávarpaði þetta enginn og að segja allir nei, bara eitthvað lógu og síðan heldur við bara að ræða stjórnmál en síðan hefur þetta komið svona aftur og aftur til mín og ég spyr mig bara með eins og þetta, við erum að tala eitthvað svona, ok, kristni á móti íslam eða whatever, að trúarbrögð eru að einhverju leyti siðferðisframework og þau hafa verið notuð af stjórnendum og í gegnum árþúsundir, fattaru, en náttúrulega hefur breyst aldrei, hefur stigmagnast hvernig trúarbröðum hefur verið beitt sérstaklega eftir bara krossföruna eða hvað þetta heitir og við erum rosa stutt frá því að allir hafi bara verið í þjóðkirkjunni og allir séu bara geðveikt lútherskir og fattaru, það er rosa stutt síðan þetta var svona og ég aldrei búin að vera kannski bara í minni bublu að vera í einhverjum existentialisma og vera í þessum vangaveltum þegar maður var úlingur og fara síðan svona, þú veist, ég veit ekki, sumir kannski tala alltaf það sé mjög heilbrigt að fara í djúpa existentialiska krísu út því að það er það fullorðnast og síðan deyrt aldrei svona barnið innra með manni og það er ekkert þægilegt, skilurðu, og það er bara svona barnatrú. Já, en síðan þegar maður er kannski svona aðeins búinn að spyrja sig bara ok, hvað er raunverulega sönnunarbyrði bak við alls konar staðhæfingar og maður fer að aðlaga ímynd sína og maður er búinn að vera þunglindur að þá allt í einu verður maður svona, ok, við getum actually gert eitthvað, þetta er ekki bara spurning um einhvern guð og þetta er ekki bara spurning það hvaða bók þú subscribar og þetta er allt bara siðferðisframework en ég verð að viðurkenna, ég hef ekki hugmynd það hversu nálægt eða langt frá því að eiga þetta sem bara public discourse sem allir eru sammála við erum á Íslandi. Ég veit ekki hver bara average þá bara trúar staða einstaklinga á Íslandi og bara hvernig fólk horfir á biblíuna eða whatever, fólk af öðrum trúarlegum uppruna. Tölum aldrei þetta. Og það finnst þetta alltaf óþægilegt að þannig að þegar við erum að fara að tala hluti eins og fordóma og kerfisbundna fordóma gegn hælisleitendum og þú veist hvernig við jaðarsetjum múslima og allt þetta, ég veit ekki alveg við hvernig ég er að tala, ég veit ekki alveg ég er sammála. Bara ok, hvaðan ertu að koma að þessu borði, skilurðu, og þú veist hversu langt hefur farið í bara þínum, ég ætla bara að kalla þetta taugaþroska, og þetta er smá svona, þetta er smá áhyggjuefni og síðan á sama tíma ef maður er að sjá skelfilegar tölur og við erum að segja aftur og aftur, ok, þú veist, það eru strákar sem eru að stinga og lemja, það eru strákar sem eru hvað helst með hatursklæpi og kynferðisbrot og falla í skólunum. Og að falla í skólunum, einmitt. Og þetta er svona, kannski annað en samt ekki, ég var einmitt að velta þessu fyrir mér, bara eitthvað, ok, ef að enginn væri í skóla, hversu margir myndu svona velta fyrir sér stóru leyndarmálum lífsins eða fattaru og þá meina ég það er kannski að vísa í svona hefðbundnar vísindalega spurningar eða heimspekilega spurningar. Þú veist, hversu mikið er maður, þú veist, ef ég væri bara algjörlega hefði ekki haft aðgang að upplýsingum. Ég held fullt. Já, ég bara veit það ekki. En það virðist að fólk geti hengt alveg heilan helling á það að bara þetta er siðferðisbókin mín, mamma sagði það og hún er best og ég ætla bara ekki að spyrja mig meira út í það og maður finnur þetta þegar ég gera það alveg að ganni minni, ég fengi alls konar einstaklinga í inboxi mitt á Instagram ég trúi því tala alls konar, ég fengi bara proper nínasista sem sagði við mig að hann væri á leiðinni til Frakklands sem svona mercenary ég fengið alls konar bara samtöl og ég reyni nú samt að eiga þau og ég reyni að þú veist, vera ekki bara eitthvað ég bara hata þig, eða hvað skilur við nema við gæjan ég var ekki frekar að samtala við hann ekki frekar að samtala við hann úti það kom sem sagt einhver diggur stuðningsmaður Ísraels fyrir utan mótmælinn hjá okkur og var að hóta barnið þarna hann var með berringuð barn með piparúða og ítum honum svolítið frá en við lifum á svona postmodern
náttúrunískum tímum með stundum talaðum, þú veist, áður fóru bara allir í þjóðkirkjuna og við vitum að Guð til og bara hlusta á prestinn og eitthvað og svo kemur þessi existentialismi, Sartre, þú veist, Guð til og núna erum við bara kannski bara svona svolítið upplaust. Já, eitthvað svolítið svona. Hvar erum við öll svona einmitt saman? Við erum öll á mjög mismunandi stað, en þetta kannski líka mjög gott einmitt, af því að það mjög fallegt í öllum trúarbröðum, eru mjög fallegir hlutir og við getum tilengað okkur ýmislegt úr þeim og mér finnst góð túlkun á þetta kannski Guð til, sko, mögulega, eða eitthvað svona guðdómleg orka sköpunarkraftur alheimsins og að þessi trúarrit eða þessar svona hefðir að þær eru að nálgast þetta guðlega á kannski mismunandi hátt. Já, og líka bara að nálgast andlega upplifun og það er eitthvað sem maður getur skilið að ég er sjálfur trúlaus svona í hefðbundnum skilningi. Þú veist, ef við ætlum að fara að ræða einhverja svona tilvistaspeki eða annað, þá maður nú alveg með alls konar skrýtnar hugmyndir. Það fyrir annað þátt. Já, akkurat. En svona almennt séð að við erum að ræða skapara sem að leggur niður leikreglur og með embættismenn á plánetinu jörð, þá ég svo sannarlega trúlaus. En ég skil það mæta vel að þú ert í bara algjörum sjálfsháska, fattarðu, og þú áttir bara engra meina bót og þú finnur bara ekkert öryggi, þá hefur ekkert annað heldur en hugmyndir. Og þá auðvitað bara að reyna í, þú veist, bara against all odds eða að bara treysta á það að sé eitthvað og einhver sem að sé með bakið þitt og þess vegna þetta svona sterkur áróður líka. Og kristnitrúin það vissulega, en ég held að fólk átti sig kannski ekki alveg á því að það engin svona sameiginleg siðferðisbiblía og við erum að sjá það eins og þú ert að segja, skilur, ok, þetta eitthvað svona, þetta einhver postmodern krísa sem við erum kannski að finna okkur í, en ég meina hvað árekstrar, ég ætla frekar að kalla þetta árásir lögreglunar á almenna borgara, annað heldur en bara skortur á skýrum siðferðissáttmálum og fattaru, því að ekkert annað en það. Og það rosa erfitt að það sé einhvern veginn ekki verið að taka á þessu og því að ég hef svo sannarlega og ég man sko, ég tók nú svona bindindistíma og ég hef verið eytt mínum tíma inn í 12-spora-samtökum og þar var svona áskorun fyrir mig að setjast inn bara ok, þetta kerfi sem byggt á miklu leyti á bara Lúthers trú og svona dálítið kristi í grunninn og margir innan 12-spora-samtaka eru með alls konar hugmyndir sem ég ekki sammála og ég bara ok, og ef ég ætla að vera edrú og ná einhverjum árangri og eitthvað, þá hafði ég ekkert annað stuðningsnet, þannig ég eitthvað svona ok, og ég ætla bara að reyna að, þú veist, bara hlusta og ekki, og því ég var svo svakalega fordómafullur. Ég bara, ef þú sagði mér að þú væri trúaður, þá væri Pongu lítið bara, wow, ok, þannig að þú hefur ekkert að segja. Ég líka. Eitthvað svona, skilur ég bara svona. Já, bara mega dismissive. Ég er aðeins að færast frá því, sko. Ég vil nú gefa bara líka shoutout á eins og Hansi sem presturinn upp í Bessastaðakirkju. Hann pabbi mágs míns. Við erum svo sannarlega ekki sammála marga hluti, en þessi maður hefur svo sannarlega velt fyrir sér sinni siðferðisábyrgð innan samfélagsins og hvernig hann getur verið þáttakandi og bara hlúið að sínu nærumhverfi og ég hef ekki hitt marga einstaklingar sem og þú veist, þetta var eitthvað sem ég kynntist partially, líka fullt af fordómum sem voru beðir á trú og alls konar skrýtnir hlutir innan þessar 12-spora-samtaka sem ég geti gagnrýnt, en svona það sem stóð upp úr var að ég var bara að meina mér að eiga fullt áhugaverðum samtölum og alls konar svona siðferðisvangaveltur og bara vangaveltur samfélagið. Ég fatt nákvæmlega sama. Ég fatt nákvæmlega, ég er að loka á alls konar samtöl sem gætu vakið mig til umhugsanar alls konar, sko. Akkurat. En það náttúrulega, þetta fara alla leið þar bara. Við ættum alveg endilega að taka aftur annan, já, smá afvegalegging. Eitthvað, annað lögreglóbeldi. Kannski víðari samhengi og siðfræði. Ég langar að segja tvennt samt og ég vona að ég móðgenga kristna hérna, sko, en bara svona til þess að setja svolítið í samhengi með islamofóbíuna, sko, að nú sagt einmitt að þú veist, fordómafulla fólki sem þolir ekki múslima segir að Íslam sé svo hættulegt og svona. Þeir segja að arabanir hafi verið brjálæðir gegnum tíðina, Mohammed var stríðsherra og eitthvað og þessu er hillilegir, sko, og þetta er nú eiginlega, sko, þú veist, með trúarbröðin oftast að þú veist, þau sem eru verst og segjast vera trúin eins og kirkjan, þú veist, kristna og kaþólska kirkjan í Evrópu, þá eru þetta bara svona mjög, þú veist, totalitarian, sko, stofnanir eins og sagt skilur kristintrú, sko. Já, þú gæst keyptir syndaaflausnir og eitthvað svona. Þú getur keyptir plássi til himnaríkis á $100. Já, en á meðal fólksins kannski, þá blómstraði svona falleg kristni og þá eru örugglega góði prestar í mismunandi samfélögum, þú veist, og hryllilegir prestara líka, sko. En ok, en punkturinn sem ég ætla að segja, og ég vil ekki móðga neina kristna en það, sko, en auðvitað, sko, kristna siðmenningin og eins og Dawkins meira sem það byrjar að segja, sko, menningarlega kristin og svona,
að hún ber ábyrgð á nýlendustefnunni og á heimsvaldastefnunni, á þjóðarmorði eftir þjóðarmorði eftir þjóðarmorði eftir þjóðarmorði eftir þjóðarmorði og þið eru að reyna að segja okkur að þessi kristna siðmenning sé svo miklu betri en arabarnir og íslam. Bara give me a break. Og síðan getur við skoðað til dæmis Persaveldi eða Ottomanveldi sem að bæði sýndu sko gífurlegan skilning fyrir fjöltrúa samfélögum. Það máttu allir, hvað maður að segja, sinna þeirri trú sem að þau vildu. Það hins vegar hafa kristnin farið út allan heim og tróðið sinni trú og í raun drepið þá sem að ekki taka upp kristni trú sko. Eins og hér á Íslandi, siðmenningin sem varð hér. Ég held nú að Jesú hefði ekki verið hrifinn af því. Nei, og fyrir utan ef þú kristinn þá til dæmis segja konur líka bera höfuðfatt. Þú mátt ekki heldur borða svínakjöt. Þú átt ekki að blanda saman gallaefni og bómull. Ertu þá kristinn? Það er sama með gildi með islam. Ef þú ert vondur við konuna hérna, Múhameð segir mjög skýrt og greinilega að sá sem fer til helvítis og er stærsti syngarinn, eða hvað segir maður, er sá sem er vondur við konur sínar, er vondur við konur. Þannig ef þú ert vondur við konuna í nafni Íslam þá ert ekki múslimi. Akkurat. En svona út fyrir það að trúarbrögð séu notuð til að hlutgera, þú veist, einstaklinga og annað, að þá aftur, fólk leitar af öryggi í trúarbrögðum almennt og þú veist, þetta er bara alveg eins og bara öll siðmenning yfir höfuð, öll menning, allar hugmyndir sem við erum að útvarpa út, ég veit ekki til þess að þær hafi nokkuð tímann ekki verið samsæri og fattur ég meina að þú skoða bara sjónvarpið, skilur og það sem við horfum á, bara skemmtiefni frá Bandaríkjunum, þetta er ekkert rosa kristið, en þetta er svona alveg mikið að pússa þessum gildum eins og kristintrúan var að gera og ég meina við ætlum að ræða það bara hvernig bara post 9/11 við máluðum upp bara fólk frá Mið-Austurlöndum sem hryðjuverkamenn og ekki var það nú í gegnum kirkjuna, það var í gegnum Hollywood, skilurðu, að miklu leyti í gegnum Hollywood og að sama skapi þá nú, ég var að ræða við frængu mína daginn og þá komumst við að svona skemmtilegri niðurstöðu, fannst okkur allavega, að sko Disneyland er í rauninni nýja kirkjan og skemmtigarðar eru svona miklu meira manifestation af raunverulegum, svona menningarlegum griðastað bara Vesturlanda heldur en kirkjan er. Því að þú ert komin með allar þessar fallegu sögur og þetta er einhverja svona siðasögur og þú ert með þú veist einhverja prinsessu sem að fer úr öskunni yfir í eitthvað, whatever, einhverja svona sögur, skilurðu og þú fær að sjá þetta sem barn, annarkvort þarf að lesa þetta, þú sér þetta sem teiknimynd og síðan mætur þú þangað og það er bara búið að smíða svakalega líkun af þessu öllu og þetta er komið inn í raunveruleikann. Að hvernig er það öðruvísi heldur en að labba bara inn í kirkju, bara 1850, þú er búin að lesa eitthvað á biblíunni og komið með þessar hugmyndir eitthvað menningarlegt siðferði, síðan kemur inn í kirkjuna og það er allt gullið skreitt og það mynda Jesús sem þú varst að lesa þetta er bara þín part. Og þetta er bara til að reinforsa ákveðin gildir sem þú hefur. Og það er alveg ákveðið rabbit hole ef við viljum ræða það einhvern tímann. Ég segi við kemum það næst. Bara löggæsla innan Disney park. En hvað sem er með trúarbrögðin varðar að þá, þú veist, það hlýtur það er stundur sagt að línuna milli góðs og ills liggi í mannshjartanu og að þú veist, við erum bara, samkenndin er eitthvað sem við höfum að eðlis fari, þú veist, og það er eitthvað annað, rasismin er uppeldi einhvern veginn, það sem okkur er sagt að annað fólk sé ekki eins mikið fólk og við og sé réttræft og svo framvegis. Þannig að þegar við horfum flest á þjóðarmorðið í Palestínu, Ísraels á Palestínu, þá vitum við að það er rangt og þegar við sjáum lögregluna spreyja mótmælendur í framan með piparúða, friðsamna mótmælendur, þá vitum við að það er rangt, að þetta er ofbeldi, þetta er hreint og beint ofbeldi af hálfu lögreglunnar og við verðum að standa gegn því og krefjast þess að þetta sé dregið til ábyrgðar og gert upp. Allt ofbeldi standa gegn öllu ofbeldi. Sama hvað mynda kemur. Já, amen. Pétur Eggers, takk kærlega fyrir. Takk kærlega. Takk.